Næstur tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, lengi hefur margan grunað að það sé eitthvað misjafnt í gangi með Arion banka. Leynd hefur ríkt yfir stöðugleikasáttmálanum eða samningnum, leynd yfir raunverulegum eignum Arions, eigendum Arions. En einu sinni er skortur á gagnsæi, á tortryggni og leyndarhyggja dregur úr getu samfélagsins til að uppræta innanmein. En eftir miklari yfirlegu þá beinast áhyggjur Pírata að hættunni á eignaundanskotum eða tunnelvanni á tékknesku með leyfi forseta. Tugtæki var fundið upp í Tékklandi á tímum kommunismans vegna þess að þar var það bara daglegt brauð að flytja eignir og hagnað út úr fyrirtækjum í þágu meirihlutaeigenda fyrirtækisins á kostnað minnihlutaeigenda og skattyfirvalda, eins og ríkasta fólkið í blokkinni fái að hirða allt úr sameigninni án eftirmála. En forseti, það er galli á stöðugleikasamningnum frá 2015 sem nýta má til þess að hola Arion banka innan, greiða út arð í formi óskráðra hlutabréfa og skuldabréfa í eigu Arion og bara bestu bitarnir á borð við Valdór og fleira, og þegar söluverð mætir bankans er orðið nægilega lítið mun engin söluhagnaður vera til skiptanna, þá fær ríkið einfaldlega ekkert í sinn hlut. Og samningurinn auðvitað talaði eingöngu arð greiddan í íslenskum krónum. Fleiri fjármálafyrirtæki hafa séð sér svipaða leik á borði eins og við sjáum núna með útgreiðslu á hlutabréfum Kviku frá Vís, en þetta væri margfaldur þjófnaður frá almenningi á grundvelli gallaðs samnings, og hvort sem þetta var vísvitandi eða ekki þá er núna mikilvægt að huga að björgunaraðgerðum. Þegar arðgreiðslur til tengdra aðila félagsins og hluthafana eru annars vegar, þá þarf félagið að greiða út reiðufé, laustfé, taka lán, selja eignir til þriðja aðila. Til að tryggja að hagsmunir kröfuhafa, svo sem lífeyrissjóða, minnihlutaeigenda eða skattyfirvalda, verði ekki fyrir borðnir, þarf að bara skilyrða í lögum að arður fari fram í reiðufé en ekki í eignum félagsins. Ég hef lagt fram frumvarp sem snýst að koma í veg fyrir þessa áhættu með því að takmarka útgreiðslur arðs frá fjármálafyrirtækjum við reiðufé í uppgjörsmynt félagsins. Og það er algjört grundvallaratriði núna að það nái fram að ganga.